Já, sæll. Ég hef búin að fá mjög mikil viðbrögð á fundir sem ég held daginn og sérstaklega á þitt innlegg með einhliða upptöku myntar. Og ég vildi spyrja þér nokkurra spurninga í tengslum við þetta sem ég veit að brennur á mörgum. Og í fyrsta lagi þetta hljómar einstaklega róttæk hugmynd. Þú fórst hins vegar yfir það í þínu erindi að það voru hvað held ég 20-30 ríki sem eru með þetta fyrirkomulag. Er þetta kannski ekkit róttæk hugmynd? Þar eru reyndar fleiri ríki. Ég taldi ekki upp nokkra svona smáeyjar og míkrólönd sem eru með styðjast við annan gjaldmiðil eins og Vatíkanið og Monte Carlo og fleiri. En hún nú ekki róttækari en svo að til dæmis Vestur-Afríka sem er með það sem kallað Central Franc African myntina sem í rauninu bara evran bakteríamegin. Þessi ríki eru til dæmis ekki með seðlabanka. Hong Kong, þeir eru ekki með seðlabanka. Þeir styðjast við bandaríkjadollar í gegnum svokallað myntráð. Það eru Evrópuríki eins og Búlgaría og Eystrasaltslöndin sem hafa notað sambærilegar lausnir, ekki alveg eins hreina eins og einhliða upptöku, en það styðst við gjaldmiðil annars lands í gegnum fyrirkomulag sem heitir myntráð. Þannig að í raun og veru þú tekur saman þau lönd sem nota bara gjaldmiðilinn hreint eða í gegnum einhvers konar fyrirkomulag eins og myntráð, að þá þetta mjög mörg lönd sem styðjast við mynt annarra seðlabanka og þá getur maður alveg velt í upp hvort þetta sé svo róttæk hugmynd. Hvað er myntráð? Myntráð þá tekur upp mynt annars lands en gerir það í gegnum gjaldeyrispott og gjaldeyrispottin þannig að seðlar og mynt í umferð pluss öryggisbuffer upp á innlánum, kannski svona eins og í Hong Kong, svona 20% til. Og það var bara til pottur sem menn stýra og það er það sem menn stýra, þessum potti. Og það er þannig í Hong Kong að í raun og veru að þú treystir ekki Hong Kong dollarunum og ætlar að hlaupa og skipta honum í undirliggjandi verðmæti, þá fara bara bandaríkjadollar tilbaka. Þannig að hann er umskiptanlegur og bara alltaf sama gengið fast á 7, eitthvað á móti dollar. En á hverju menn þá með myntráð? Gallinn við myntráðið er það sem gerist í Argentínu. Argentína fór þá leið að vera með myntráð á móti bandaríkjadollar. Og munurinn á myntráði og einhliða upptöku er að í einhliða upptöku þá bara tekur upp myntina algjörlega og hefur ekki þennan pott og lætur menn stýra honum á milli. Og þá getur það gerst ef að menn fara að skuldsetja sig og lendi í skuldavandræðum eða skuldabólu, að þeir sem stýra myntráðinu, þeir hafa ekki stýrt því nægilega örugglega og þá springur myntráðið og menn þurfa að hætta við í raun og veru það að festa sig svona við myntina, eins og í tilfelli Argentínu við dollarinn, og þá hrynur kerfið og verðið á undirliggjandi mynt það fellur en skuldirnar í erlendri mynt haldast og þá færðu skuldakreppu, gjaldmiðilskreppu og bankakreppu eins og gerist í Argentínu. Þannig að það er ekki rétt sem að er almennt í umræðinni að Argentína teki upp einhliða mynt. Nei, hún gerði það í gegnum myntráð en hún gerði ekki eins og Ekvador eða El Salvador sem tóku bara dollarinn beint og skiptu út seðlamynt í kerfinu fyrir dollar. Og þá er ekkert sem að getur sprungið, ekkert frekar en að Kalifornía geti allt í einu sprungið, mynt Kaliforníu er bara dollar og þannig að þá er það bara gjaldmiðillinn sem í umferð. Eins og þetta kemur mér fyrir sjónir og þá finnst mér hljóma að taka upp evru sé ekkert ólíkt því svona í eðli sínu að taka upp einhliða upptöku myntar, einfaldlega vegna þess að við munum ekki stýra vaxtaákvörðunum evrópska seðlabankans. Það eru aðrir þættir sem að vega meira og maður hefur fundið gremju hjá ýmsum löndum, álfuna sem hafa verið allt öðrum stað heldur en Þýskaland efnahagslega á hverjum tíma. Að vaxtaákvörðun taki fyrst og fremst mið af Þýskalandi og nærliggjandi löndum.
þetta svo ólíkt að taka upp einhliða mynt og að fara í evru samstarfið? Nei, í raun og veru ekki. Stóri, eða það sem getur sagt að svona stærsti munurinn að með því að ganga inn í evru samstarfið að þá munum við öll getum hafa einhvers konar form á seðlabanka hérna áfram. En sá seðlabanki, hann mun lúta mjög stífum reglum allra landa eða evrópska myntsvæðisins og það eru mjög stífar og eru til dæmis gera verkum að seðlabankinn hann hefur ekkert peningaprentunarvald, hann hefur eiginlega svona meira sko mögulegt inngripavald ef að kemur upp einhver kerfislægur vandi, en hann verður þó aldrei þannig að hann gerir það ekki nema bara í samráði við evrópska seðlabankann. Hann verður svona nokkurs konar útibú seðlabankans en lönd sem að taka upp einhliða þau hafa engan seðlabanka og varðandi bankakerfið þá bankakerfið í tiltölulega svipuðum sporum af því að í gegnum EES-samninginn og ef íslenski bankar eru til dæmis með útibú í Lux eða eitthvað svoleiðis þá njótum við í raun og veru mjög svipaðra kjara eins og við værum inn í Evrópusambandinu með tengingu við Evrópska seðlabankann og eins og menn kannski vita það sem gerist hér fyrir hrun að þá voru íslenski bankar í fullu í viðskiptum við Evrópska seðlabankann því að Evrópski seðlabankinn hann aldrei að sturta inn peningum ókeypis yfir eitt eða neitt land eða eina fjármálastofnun eins og við erum að sjá núna í dag varðandi Grikkland og Ítalíu og Spán og þessi ríki og hann þarf alltaf að hafa veð og meðan að veðin uppfylla veðkröfur að þá getur hann hjálpa til við að stýra lausafjárkröfur en þó við varum ekki inn í Evrópusambandinu og ekki með seðlabanka þá gætu íslenski bankar sem eru með útibú annars staðar þeir gætu fengið sambærilega fyrirgreiðslu af því að þetta snýst á endanum allt veðhæfni eignanna til þess að fá afgreitt lausafé og það sem við sáum síðan gerast þegar íslensku húsnæðis- og ríkisskuldabréf voru leyst út af íslenska seðlabankanum og þeir notuðu hluta gjaldeyrisforðans til þess að kaupa tilbaka eignir sem eru metnar í krónum. Það svona dæmi það hvernig við höfðum aðgang að Evrópska seðlabankanum þó við vorum ekki inn í Evrópusambandinu.